Kvikmyndafélagið Edda-film stofnað 1949. Yfirlýst markmið var að gera þjóðlegar kvikmyndir þar sem byggja átti á menningararfi og bókmyndum. Kvikmyndun Fjallaeyvindar var fyrst á dagskrá en ekki tókst að koma því verkefni í framkvæmd. Guðlaugur Rósinkrans, þjóðleikhússtjóri, tók við stjórn Edda-film nokkrum árum síðar. Hann samdi við sænskt kvikmyndafélag, Nordisk Tonefilm, gerð kvikmyndar eftir Sölkuvölku Halldórs Laxness undir stjórn sænska leikstjórans Arne Mattsson. Tökur fóru fram í Grindavík og víðar, en allt innandyra var tekið upp í Stokkhólmi. Tökumaðurinn Sven Nykvist átti síðar eftir að ná heimsfrægð fyrir farsæla samvinnu við Ingmar Bergman. Myndin fékk góðar viðtökur í Svíþjóð og Halldór Laxness sagði hana óvenjulega góða kvikmynd, þó í henni væri ýmislegt sem kynni að koma Íslendingum annarlega fyrir sjónir. Hún var þó feiki vinsæl á Íslandi. Það talið að 60.000 manns eða 40% þjóðarinnar hafi séð hana. En íslenskir gagnrýnendur kvörtuðu yfir því að myndin gæfi ekki rétta mynd af landi og þjóð vegna þess að útlendingar skildu ekki menninguna og rætur verksins. Samanburður milli bókar og kvikmyndar var einnig áberandi og þar hallaði mjög á myndina. Slíkar vangaveltur fela í sér ákveðið skilningsleysi á kvikmyndinni sem sjálfstæðri listsköpun. Kvikmyndir og bækur eru ólík frásagnarform, lúta ólíkum lögmálum. Sláandi munur á Sölkuvölku og íslensku myndunum hvað varðar alla umgjörð og sviðsetningu. Taka, lýsing og hljóð eru í allt öðrum gæðaflokki, leikur sömuleiðis. En hafa verður í huga að þarna áttu Svíar hálfrar aldar sterka hefð í kvikmyndagerð meðan Íslendingar voru enn að fóta sig við byrjunarreit. Myndin segir af ungri stúlku og síðar fullorðinni konu sem berst á hæl og hnakka fyrir plássi sínu í veröldinni. Sögusviðið íslenskt sjávarþorp á fyrri hluta 20. aldar þar sem kaupmaðurinn ræður örlögum alþýðunnar sem býr við kröpp kjör. Salka lærir fljótt að hún getur ekki treyst á neinn nema sjálfa sig. Jag vädrar ditt blod, lilla sälunge, länge. Det som en flodvåg. Þegar Arnaldur, æskuvinur Sölku, snýr aftur í þorpið eftir áralanga dvöl erlendis Salkavalka full tortryggni út í róttækar hugmyndir hans bætt kjör fólksins. Livet för oss här, det är först och främst saltad fisk, inte drömbilder. Och om Bogesen inte längre kan köpa fisken därför att vi allihopa vill ha för mycket pengar för den, då blir vi inte av med den. Och hur ska det då gå? En gömul kynni gleymast ei. Salka skynjar loks að hugur Arnaldar annar staðar. Hann hefur gengið inn í Álfaborgina, þaðan sem enginn á afturkvæmt. Og þangað verður hann að fara aftur. Säga farväl till dig. Som till en kär vän. Som ska dö. Þetta því frásögnum baráttuna milli þess að standa á eigin fótum eða tengjast öðrum með þeim fórnum sem því fylgir. Myndin minnir meira á þær samfélagslegu myndir sem Hollywood gerði á 5. og 7. áratuginum frekar en ítölsku nýraunsægismyndirnar sem höfðu mikil áhrif á þessum tíma og beindu sjónum að hlutskipti lítilmagnans, líkt og Salkavalka. Líkindin eru meðal annars í því hvernig myndavélinni beitt til að draga fram tengsl persóna við umhverfið og skörpum skilum ljós og skugga meðan tónlistin undirstrikar stórar tilfinningar. Jag är från älvornas land. Jag är egentligen en älvprins. Jag kallar på dig när jag dör.